ákveðnir fundagestir, fundarstjóri. Og ég ætla að fara í þetta aðeins í þetta í nokkrum orðum hvaða áhrif þetta frumvarp hefur á fyrirtæki eins og skipalyftuna sem að er eiginlega bara eingöngu í því að þjónusta sjávarútvegsfyrirtæki og eru þau nú frekar stór hér í Eyjum. En þessar breytingar sem eru fyrirhugaðar koma til með að hafa gífurleg áhrif á fyrirtæki eins og skipalyftuna sem byggja sína þjónustu á viðskiptum við sjávarútvegsfyrirtækin. Við vitum ekki hvað þessi áhrif koma til með að verða mikil, en það er eins í svona gjörningum sem á öðru, þá er óvissan alltaf verst. Ég held að það sé alveg ljóst að verði þessa hækkun að veruleika munu sjávarútvegsfyrirtækin draga saman í fjárfestingu og viðhaldi og mun það hafa mikil áhrif á þjónustufyrirtæki sem er að veita þessa þjónustu í Vestmannaeyjum. Ef við tökum dæmis eins og með skipalyftuna, þar sem að starfa í dag 45 manns, að þá segja það sér sjálft að þetta skaðar okkur mjög mikið. Ég segi 45 manns, þetta er svona sá fjöldi sem við teljum okkur þurfum að hafa. Við höfum ekki alltaf nóg fyrir mannskapinn að gera, en við getum ekki lyft okkur það að fara að segja hér upp mannskap því að það er ekkert of gott að fá menn í þessi verkefni. Þannig að við þurfum þá bara í eitthvað viðhald hjá okkur sjálfum með það. En þetta er svona, við erum farin að kunna svolítið inn á þetta. Við vitum alveg hvaða tími þetta er sem að kemur svona lægð. Svo vitum við líka hvenær topparnir koma. En þeir eru líka alltaf að breytast. Eins og til dæmis bara núna þegar síðasta lónavertíð var blásin af. Það hefði gífurleg áhrif á okkur eins og önnur þjónustufyrirtæki hér í Eyjum. Því að við gerum okkur alveg grein fyrir því að þessi vinnu okkar, hún byggist á góðri afkomu sjávarútvegsfyrirtækjanna. En eins og ég segi þá er þetta svona kannski vissir tímar sem koma sem við getum svona nokkurn veginn stjórnað hvað við gerum. En ef að þetta heldur svona áfram og ílengist, að þá náttúrulega er spurning hvað maður neyðist til að gera. En ég er svo sannarlega vona að það verði ekki, því að eins og ég segi þá eru í fyrirtækjum okkar að vinna 45 manns og það sjá náttúrulega allir að þetta hefur náttúrulega gífurlega margfaldis áhrif á fjölskylduna hér í bænum. En við skulum vona að það til þess komi ekki. Og eins og sjávarútvegsfyrirtæki hérna, eins og Ísfélagið og Suðurskautsmiðstöðin, þau náttúrulega hafa verið mjög dugleg í að standa í að fjárfesta og standa í breytingum á húsnæði sínu og laga og bæta og höfum við svo sannarlega notið góðs af því. Og það gefur náttúrulega auga leið ef þetta verður að veruleika að þá minnkar sú vinna og ekki eitthvað. En við vitum náttúrulega líka að uppbyggingin, hún heldur væntanlega áfram ef að allt verður eðlilegt, en því miður er ástandið þannig í dag að maður er ekki bjartsýnn, maður er hræddur framtíðina sem að, skiptir ekki bara fyrirtæki mitt máli, það skiptir bara öll fyrirtæki í Vestmannaeyjum máli og sérstaklega þessi fyrirtæki sem að einblína það að þjónusta sjávarútveginn. En eins og ég segi þá er þetta þannig að við getum stjórnað þessu svolítið í dag, en ef þetta verður þá búið að kippa öllu sem sagt undan okkur. Loðnubresturinn, hann er ekki að mannavöldum, en þessi gjörningur sem er áætlaður núna, hann er að mannavöldum. Þannig að ég bara vona svo sannarlega
ég sé að ég sé á svartsýnn og ekkert af þessu rætist og við höldum áfram að lifa hérna í sátt og samlyndi og höfum nóg að gera hvert fyrir annað. Þannig að ég ætla að segja að þetta var gott í bili. Takk fyrir.